Gaman að sjá ykkur öll, gaman að vera með ykkur. Þetta mjög mikilvæg umræða sem við stöndum í. Við vorum aðeins að klóra okkur í kollinum samkeppni hagsæld. Þetta kannski svolítið hart heiti? Því að það okkur öllum hjartans mál að Ísland geti keypt á óvissu tímum hagsæld sem getur síðan staðið undir þeirri vegsæld sem við viljum sjálf og fyrir komandi kynslóðir. En ég held að ég hafi fengið innblástur frá ráðherranum líka með heiti hérna áðan. Við erum stundum að vandræðast með góð heiti fyrir það sem við erum að gera. Orku kræfur iðnaður, orku sækin iðnaður, orku sojin iðnaður. Við getum þurft að endurskoða hugtakanotkun, en hérna tölum við gjarnan orku sækin iðnað og ég ætla að fjalla aðeins þann hlut mála. Við ætlum að horfa aðeins öxl, líta yfir farin veg í þeim málum. Við ætlum að horfa aðeins á hvaða árangur náðist í alþjóðlegri samkeppni hagsæld sem stendur undir velferð samfélagsins. Við ætlum að horfa á það hvað þarf til að keppa alþjóðlega verðmætasköpun. Síðan ætlum við að horfa aðeins á tækifærin framundan og að lokum hvað þurfum við að gera næst. Hvað mikilvægt að við gerum í stöðunni eins og ráðherra kom inn á, svo við getum öll sótt fram að krafti fram veginn. En þá aðeins að því sem gerðist fyrir rúmlega 60 árum. Þá sýndum við Íslendingar mikla framsýni og pólitíska forystu með því að setja okkur og raungera atvinnustefnu til að skapa verðmæti á grundvelli öflugrar orkuvinnslu og orkusækins iðnaðar og ná fram orkuöryggi fyrir íslenskan almenning. Hér sjáum við Jóhannes Nordal, fyrrum stjórnarformann Landsvirkjunar til 30 ára og á mörgum talinn einn helsti hvatamaður atvinnuþróunar, verðmætasköpunar og samfélagslegrar ábyrgðar sem Íslendingar hafa átt. Kristján Eldjárn, fyrrum forseta og samtímafólk þeirra vígja Búrfellsstöð í maí 1970 sem þarna byrjaði að knýja orkusækna starfsemi hérlendis með álverinu í Straumsvík. Í aðdraganda þessa atburðar þurftum við sem þjóð að taka fjölmargar ákvarðanir sem sneru að því hvar og hvernig ætti að byggja virkjanir, val á iðnaðarstarfsemi til að laða til landsins og aðlögun viðskiptaumhverfis okkar að því sem þurfti til að skapa verðmæti. Með öðrum orðum, 10 árum áður en hér var komið sögu, þurftum við að spyrja okkur sjálf fyrir okkur og komandi kynslóðir í hvað fer orkan okkar og hvernig keppum við í samfélagi þjóðanna. Vegferðin uppbyggingu, orkuvinnslu og orkusækins iðnaðar hefur síðan haft djúpstæð áhrif á íslenskt samfélag og fornkveðina hefur sannast að árangur næst þar sem tækifæri og undirbúningur mætast. Í dag vinna 12.000 manns bein og óbein háframleiðni störf tengt orkuvinnslu og orkusæknum iðnaði. Þekkingarstörfum, til dæmis í verkfræðigeiranum, hefur fjölgað margfalt í þessari vegferð okkar. Það var komið áðan inn á Sigöldustöð og Hrauneyjafossvirkjun sem voru reistar í kjölfar Búrfellsvirkjunar. Við Íslendingar höfðum enga verkfræðilega aðkomu að Búrfellsstöð í hönnun. Við höfðum aðeins meira í Sigöldu og Hrauneyjafossstöð. Næsta virkjun þar og eftir Blöndustöð hönnuðum við frá grunni. Nefna má að Íslendingar flytja í dag út þekkingu á hönnun, byggingu og ráðgjöf í orkumálum fyrir milljarða árlega. Orkutengt nýsköpunarstörf á Íslandi teljast í dag í hundruðum. Við erum fremst í Evrópu eins og ráðherra kom inn á þegar kemur að aðgengi á öruggri og hagkvæmri orku, samkvæmt World Energy Council, sem byggir undir viðnámsþrótt samfélags okkar. Útflutningstekjur orkusækinnar starfsemi voru á síðasta ári tæplega 400 milljarðar. Næst stærsti geirinn á eftir ferðaþjónustu, en sjávarútvegur og hugverkaiðnaður komu þar rétt á eftir, líka með yfir 300 milljarðar hvor. Og síðustu 4 ár hafa arðgreiðslur Landsvirkjunar til íslensks samfélags numið hátt í 100 milljörðum. Að lokum mætti nefna að í dag eiga Íslendingar Landsvirkjun nánast skuldlausa, sem býr til fjölbreytt tækifæri og slagkraft fyrir mögulegan vöxt og viðgang íslensks samfélags til framtíðar í heimi þar sem lönd keppast nú að koma sér upp næstu kynslóð hagkerfa sem velgengur munu einkennast af endurnýjanleika, hringrás, hátækni og hagkvæmni. Samkeppnishæfni orkuvinnslu
Orkusækins eða orkusogins iðnaðar og íslensks viðskiptaumhverfis forsenda verðmætasköpunar á Íslandi í dag og til framtíðar. Allir þessir þættir þurfa að vera samkeppnishæfir til að við getum keppt alþjóðlega og samstillt átak þarf til að tryggja að svo verði áfram veginn. Alþjóðleg samkeppni hefur alltaf verið hörð og fer þessi misseri harðnandi eins og fram hefur komið í nýlegri skýrslu Draghi samkeppnishæfni Evrópu og við sjáum raungerast í stórum atburðum hér í okkar samfélagi síðustu misseri. Stundum gefur á bátinn og þá þurfum við að aðlagast og finna góðar leiðir áfram. Horfum nú saman á hvar við stöndum gagnvart samkeppnishæfni þessara þátta. Sögulega hefur okkur tekist vel að nýta hagkvæma orkukosti og við getum, ef við viljum viðgang og vöxt orkusækinnar starfsemi, haldið áfram að forgangsraða og búa til fyrirsjáanleika aðgengi að hagkvæmum orkukostum og landnýtingu næstu 10–15 ár til að stuðla áfram að því að við getum unnið orku með samkeppnishæfum hætti. Við Íslendingar höfum fjölda tækifæri til þess en landnýting okkar undir orkuvinnslu hlutfallslega 1/3 af því sem hún í Noregi, sem þýðir að því að Noregur 4 sinnum stærri en við, að Noregur notar í dag cirka 10-falt meira land undir endurnýjanlega orkuvinnslu en við gerum. Á næstu 10 árum eða svo að mati ytri opinbera greiningaraðila samkeppnishæft að vinna orku á Íslandi með vatnsafli, jarðvarma og vind á landi en aðrir orkukostir ná sem stendur ekki að keppa. Þetta kallar á landnýtingu ef við viljum halda áfram með þessum hætti. Þessar greiningar hér sem eru frá opinberum greiningaraðilum, þetta Orkustofnun, NVE, Norska Orkustofnun, Statnett, þær sýna að ef við gerum ráð fyrir að leyfisveitingaferli geti verið skilvirk, sem þarf vinnu til þess að tryggja, að þá getum við keppt á þessum orkukostum á verðum sem að gert ráð fyrir að munu vera viðráðandi við uppi í kerfunum á næstu árum. En spurningin til okkar, erum við í stöðu og viljum við nýta þessi tækifæri? Stórnotendur starfa þar sem við ná að vera samkeppnishæfir og þeir dreifa iðulega starfsemi sinni þannig að þeir geti dreifð úr eða bætt í framleiðslu þar sem það hagkvæmast. Hérna sjáum við mynd af viðskiptavinum, orkusæknum viðskiptavinum Landsvirkjunar og starfsemi þeirra, en þeir eru flestir, en ekki allir, en flestir í stöðu til að bæta í eða draga úr framleiðslu þar sem það hagkvæmt. Við getum skapað umhverfi hér á landi sem gerir viðgang núverandi viðskiptavina og tækifæri til vaxtar nýrrar orkusækinnar starfsemi möguleg, en við þurfum að vera á tánum til að það gerist. Eftirspurn eftir raforku á Íslandi ekki óendanleg, eins og stundum hefur verið haldið fram, heldur sveiflast hún eftir verði og aðstæðum í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi hverju sinni. Það að sækja orkusækin iðnað til landsins hefur verið og mun áfram vera krefjandi verkefni. Þá gildir einu hvort þar séum að ræða ál- og kísilver, gagnaver, matvælaframleiðsla eða orkuskiptaverkefni til lengri eða skemmri tíma. Viljum við gera áfram vel í að sækja orkusæknastarfsemi? Við Íslendingar þurfum að spila skynsamlega ef við viljum keppa í efstu deild viðskiptaumhverfis og hagsmunagæslu og skapa verðmæti til framtíðar. Nýleg merki atvinnustefnu og orkuöflunarvilja gefa góð fyrirheit að íslensk stjórnvöld vilji spila til sigurs og við vonumst til að sjá góð merki í þessu raungerast á næstu mánuðum. Leikkerfi okkar þarf að taka mið af styrkleikum okkar og veikleikum. Við þurfum að spila bæði sókn og vörn. Sóknin getur meðal annars byggt á langtímasamningum orkusölu í markaðsumhverfi raforku sem áfram tvískipt, eins og Haukur kom inn á, með skilyrtu flæði á milli stórnotenda og almennra notenda. Sóknin getur líka byggt á skilvirkum leyfisferlum, við getum það, við þurfum bara að gera það, og hóflegum sköttum og jafnvel ívilnunum, en ekki niðurgreiðslum, fyrir þær tegundir fjárfestinga sem við viljum sjá inn í framtíðina. Að lokum þarf sóknin að byggja á áframhaldandi fjárfestingum í lykilinniðum svo sem raforkuflutningum, gagnaflutningum, samgöngum og frekari þróun iðnaðarlóða. Á sama tíma þurfum við að verjast ógnum gegn samkeppnishæfni okkar sem felast í tollum eða niðurgreiðslum til iðnaðar og orkuvinnslu. Til dæmis í Noregi, eins og við sáum áðan,
og víðar í Evrópu eins og Haukur vék að áðan. En á Íslandi eru ekki aðstæður og forsendur fyrir því að niðurgreiða orkusækinn iðnað þar sem við erum fámenn og iðnaðurinn svo stór hluti af hagkerfi okkar. Við getum ekki keppt á þeim forsendum, þannig við þurfum að verjast þessu annars staðar. Viljum við sækja og viljum við verjast, það felur í sér ákvörðun að vilja þetta áfram. Samfélagslegi sáttmálinn tvískipt markaðsumhverfi raforku eitthvað sem við höfum fjallað mikið og á að vera hægt að byggja áfram í framtíð eins og við höfum gert hingað til. Sáttmálinn byggir á því að orkusækinn iðnaður fær fyrirsjáanleika samkeppnishæfa raforku gegn skuldbindingum að halda úti starfsemi af ákveðnu tagi, ákveðnum stöðum og yfir ákveðinn tíma. Við byggðum raforkukerfi okkar á þessum grunni og getum byggt áfram á þessu í framtíð. Evrópska markaðsfyrirkomulagið þarf og á okkar mati hægt, eins og Haukur kom inn á, aðlagað íslenskum aðstæðum, en það nú í endurskoðun fyrir Evrópu vegna þess að það vaxandi óánægja með samkeppnishæfni iðnaðar og orkuöryggi almennings sums staðar en ekki alls staðar, en þau þurfa að vinna þessu rétt eins og við. Íslenska leiðin hefur skapað mikil verðmæti á viðskiptalegum forsendum í gegnum tíðina og tryggt hagsmuni almennra notenda og við getum haldið áfram á þessari braut til að byggja undir tækifæri framtíðar. En hver eru þá þessi tækifæri? Áframhaldandi fjárfesting í endurnýjanlegri orkuvinnslu, flutningskerfi raforku, fjarskiptatengingum eins og við höfum gert, öðrum innviðum og viðskiptaumhverfi okkar getur gert okkur kleift að viðhalda og sækja áfram fjölbreytt tækifæri til verðmætasköpunar framtíðar og þannig byggja undir viðnámsþrótt og lífsgæði þjóðar okkar. Þar erum við meðal annars að tala orkuskiptaverkefni sem hægt að ráðast í núna án niðurgreiðslna. Að okkar mati, og við höfum sett skýra stefnu þetta á okkar heimasíðu, tíminn ekki kominn fyrir stór niðurgreidd rafeldsneytisverkefni nema hugsanlega að takmörkuðu leyti. Það ekki tíminn núna á okkar mati, en það gæti komið í framtíð. Við erum ennþá ekki búin að leysa hvernig við munum losa okkur við jarðefnaeldsneyti, en við viljum taka skref í þá átt og við þurfum að aðlaga okkar skref hverju sinni að því sem að gerast alþjóðlega. Framþróun núverandi viðskiptavina, vöxt í gagnaverum fyrir háafkasta reikningsvinnslu og gervigreind, vöxt í matvælaframleiðslu og eftir atvikum möguleg einstök önnur tækifæri. Þá það okkar allra og sérstaklega stjórnvalda að svara mikilvægum spurningum. Viljum við nýta meiri orku? Í hvaða orkan okkar að fara? Viljum við styðja við núverandi orkusækna starfsemi eins lengi og mögulegt Viljum við laða til landsins nýja orkusækna starfsemi í vexti? Viljum við ná fram fullum orkuskiptum og taka skref þar sem það mögulegt í bili án niðurgreiðslna? Og hvernig keppum við alþjóðlega í þessum efnum? Við þurfum skýra pólitíska forystu og okkur sýnist hún vera að koma og við bindum vonir við að fyrirhuguð atvinnustefna og stefnan orkuöflun eyði óvissu þessi mál á komandi mánuðum og að þær verði raungerðar í kjölfarið með góðum verkum. Þannig getum við öll sett kraft í að sækja hagsæld og lífsgæði fyrir okkur og komandi kynslóðir. Takk fyrir.